Staða Icelandic Group sterk. Rekstur félagsins hefur gengið mjög vel undanfarin ár. Efnahagsreikningurinn sterkur, fjárstreymið gott. Starfsemin heilt yfir gengur vel, bæði í flugi og ferðaþjónustu. Við erum sem betur vera áhugaverður vinnustaður, þannig að við eigum tiltölulega auðvelt með að fá fólk til að vinna með okkur. Þannig að heilt yfir er staðan sterk þrátt fyrir ýmsu atriði sem eru alltaf uppi í samkeppni og annað slíkt sem að við þurfum að takast á við á hverjum tíma. Einmitt, þetta er alltaf verið rosalega hröð þróun undanfarna ár með vexti á ferðaþjónustunni, en síðasta ár þeir eru ákveðin vegferð við að bregðast við svona breyttum markaði. Hvernig myndirðu lýsa kannski samkeppninni í dag? Já, við sendum út tilkynningu í febrúar sem að gekk út á það að árið 2017 yrði erfiðara í rekstri heldur en undanfarin ár. Það kemur til auðvitað út af breyttum aðstæðum, breytingu í samkeppni. Við erum svona ekki sérstaklega á hafinu eða flugi yfir Atlantshafið og það hefur leitt af sér með tilkomu Norwegian og AUR og fleiri low-cost félaga að við hefum ekki verið sýnileg á leitarvélum. Þannig að við þurfum að bregðast við því, breyta uppsetningu vélunum, breyta fargjaldastruktúrnum og sú vinna er í gangi og við ætlum að ljúka því öllu á fyrsta ársfjórðungi 2018. Verðum komin töluvert áleiðis núna 2017. Þannig að við munum fara að sjá breytingar í því á svona áramótin 2017-18 og það er fyrst og síðast til að bregðast við þessari miklu samkeppni sem er sérstaklega á hafinu. Vissulega líka mikil samkeppni til og frá landinu en það er sérstaklega hafið sem er svona þessi stóri markaður sem við erum að leita í og við þurfum alltaf að bregðast við breytingum í umhverfinu. Ég er enda að segja að samkeppnin sé mjög holl fyrir okkur sem og alla aðra. Við þurfum reglulega að leita og líta inn á við og finna leiði til að þróast þannig að viðskiptavinurum vilja eiga við okkur viðskipti. En nú hefur til dæmis forstjóri Ryanair verið að tala um það að bara næstu árum munu bara svona sterkustu félögin lifa af í Evrópu. Heldur þetta muni gerast hratt að þessi, og við sjáum það núna strax að lággjaldra flugfélög eru að hverfa brott, heldur að það sé raunin að muni verða mikla breytingar næstu árum? Það hafa alltaf verið mikla breytingar í flugi. Það er að koma ný félög og gömul félög ná að halda sér áfram og það er bara eins og þetta félag á 80 ára sögu. Ég veit ekki hvort að það sé eitthvað til í þessu sem hann segir. Það er alveg ljóst að það eru ákveðin félög stór og stjórna dálítið mikið í markanum og Ryanair er eitt af þeim. Ég veit ekki hvort þetta er bara hans svona von að markaðurinn þrói svona. Við sáum þetta eitt félag fara í gjaldþrot núna daginn sem er svona low cost. Svo er þetta líka spurning hvað er low cost og hvað ekki. Low cost, er það bara sæti sem þú ert að kaupa eða er það þegar þú ert komin á leiðarenda? Hvað er kostnaðurinn fyrir farþegann? Og low cost hefur einkennst af því að selja allt sem hægt er að selja þegar þú ert komin um borð og yfirleitt á að háu verði. Þannig að mér finnst það nú ekkert alltaf réttnefni að tala um low cost en það er orðið fast í þessu. En forstjóri Ryanair hefur sagt ýmislegt fleira. Hann hefur sagt að fluggjöld yrðu frí í framtíðinni. Það er reyndar fleiri búin að tala um það og ég hef svo sem ekki fundið neitt á minni stuttu ævi neitt sem er frítt í þessum heimi. Það er alltaf eitthvað á einhverju þurfa viðkomandi aðilar að lifa. Þannig að ég veit að ég getur vel verið að þróast út í það verið 5 stóri spilarar á markanum en ég hef ekki trúið að það verið raunin. Ef það gengur vel þá koma alltaf nýjir aðilar inn. En nú styttist í að það komi nýjar vélar til ykkar og hvernig munu viðskiptavinir Icelandair finna fyrir því? Ég ætla að vona að þeir finni bara fyrir betri þjónustu. Við erum þá að fá minni vélar í samband við stærri og þá getum við svona aukið tíðni, stýrt veturinn. Við getum farið að fljúga frekar inn á staði sem að núverandi vélarfloti
ekki hagkvæmur til, þannig að ég hef trú á því að farþegar okkar finni fyrir aukinni þjónustu, vélarnar, innréttingur og annað slíkt, það verður ekki stór breyting hvað það varðar, en heilt yfir trúi ég því að við munum sjá félagi veita betri þjónustu. Og hversu mikil hagræðing er það fyrir ykkur bara upp á eldsneytiskostnað og annað? Já, það nú reyndar, sko, auðvitað er eldsneytiskostnaðurinn verður hann mikið lægri á nýju vélunum. Hvort það verður 25, 6, 7 eða 30%, það liggur einhvers staðar á því bili. En það er fleira sem þarf að horfa á þegar menn er í rekstri. Eignarhaldskostnaðurinn hækkar vissulega verulega, þannig að það verður svona, við trúum því vissulega að reksturinn verði betri í framhaldinu til lengri tíma litið. Þetta eru okkar vélar að úreldast, en eignarhaldskostnaðurinn er lágur hjá okkur með núverandi flota, en hann er óhagkvæmur hvað eldsneyti varðar. En nú er ýmislegt að gerast í ferðaþjónustunni. Ferðamenn virðast vera að gista styttra á landinu, en samkvæmt nýjustu tölum hjá ykkur þá er farþegafjöldinn samt að aukast. Hvernig finnst þér svona staðan vera í ferðaþjónustunni heilt yfir? Ég held reyndar að hún sé svona heilt yfir, held ég með að segja, hún sé bara góð, en það eru svona ákveðin hættumerki sem að maður sér fyrir sér. Það er ljóst að landið er orðið mikið dýrara en það var. Getum hort á svona stórt ferðaþjónustuland eins og Bretland, sem að var margir Bretar að koma til Íslands. Verðlagið gagnvart þeim hefur kannski hækkað 50–60% á milli ára út af falli pundsins, þannig að samkeppnisstaða okkar hefur versnað, en það virðist þó vera þannig ennþá að áhuginn á Íslandi er til staðar og aukning nokkur í ferðamönnum til landsins, þó að ég efist að þær tölur sem að verið gefnar út fjölgunina séu réttar. Ég held að rekstur heilt yfir sé erfiðari heldur en var. Það er náttúrulega miklar kostnaðarhækkanir, laun hafa hækkað mikið, þannig að það eru svona ýmis hættumerki, en ég auðvitað vil meina að tækifærið okkar sé áfram til þess að vaxa í ferðaþjónustu, og við þurfum eins og vera að vanda okkur mjög vel núna í framhaldinu, og kannski ekki síst í verðlagi, en líka bara að afþreyingin eða að njóta náttúrunnar, það verði gert svona gangskaur í að fjölga áhugaverðum áfangastöðum í landinu, dreifa ferðamönnum meira landið. Það verður ekki gert nema og bjóður upp á aukna og betri þjónustu. Nú hefur þú talað og verið svona pínu harðorður þegar að vera að ræða Keflavíkurflugvöll. Hef ég verið harðorður? Svona aðeins, lítið. Segja okkur aðeins bara, hvað er það sem þú vilt að sjá að gerist þar? Það er náttúrulega ljóst að Keflavíkurflugvöllurinn er lykill að okkar starfsemi. Þetta kerfi, okkar heimabanki, þar koma skiptifarþegarnir, þeir eru 50% af farþegum Icelandair, þannig að Keflavíkurflugvöllur skiptir öllu máli að hann fúnkeri rétt. Við höfum verið að sjá svona, náttúrulega hefur orðið mikið fjölgun, völlurinn er of lítill eða húsnæði fyrir farþega, upplifun þeir eru ekki góð og ekki nægjanlega góð allavega. Þannig að ég hefði þetta vilja bara sjá alvöru stefnumörkun í uppbyggingu vallarins, að þetta masterplan sem var kynnt 2015 verði raungert. Það eru verulega miklu fjármunir sem þarf að leggja í völlinn til þess að gera hann að svona alvöru tengimiðstöð, og þannig að það er ósköp eðlilegt að félag eins og okkar gagnrýni hvernig málum er háttað, vegna þess að þetta er lykillinn okkar að áframhaldandi vexti. En það þarf að bæta aðstöðuna fyrir farþegann í Keflavík, því að upplifun okkar farþega sem er að tengjast á milli véla er ekki nægilega góð. En þessu umræðum, hverjir er að koma að þessu einkafjárfestar eða hið opinbera, hvað myndu hugnast þér best í þessu? Ég finn að það er bannorð að hafa skoðun á því að einkaaðilar komi að svona fjárfestingum. Ríkið á Isavia. Ég veit ekki hvað þessir aðilar sem að gagnrýna þetta og hafa hátt og skilja ekki í því að hverju ríkið
á ekki bara að eiga Isavia og vaxa og dafna með Isavia en áhættan til staðar. Eru eigendurnir sem eru þó við tilbúin til að taka þessa áhættu? Hvar verður þetta fólk ef eitthvað höktir í ferðaþjónustu í einhvern tíma og fer að sjá taprekstur í Keflavík? Það getur alveg gerst. Ég held bara að framþróun vallarins og þessi ár núna frá 2015 sýna að eignarhaldið ekki rétt. Það verður allt öðruvísi nálgun og ég held bara að vinna með viðskiptavinunum, horfa til tækifæri vaxtar hjá viðskiptavinunum. Það verður allt öðruvísi nálgun ef það eru einkaaðilar sem eru hluti af, ég ekki að segja að ríkið þurfa að selja allan hlutan, en ég held að því mjög hollt fyrir völlin að taka einkafjármagn inn í félagið og að það verði þá nýtt til þess að byggja upp til lengri tíma. Nú saga félagsins löng, það 80 ára saga. Hvernig hefur þetta hvernig sýnir sagan sér í rekstrinni hjá ykkur? Við reyndar reynum að halda í gömul gildi og reynum að halda sögu félagsins á lofti. Hér eins og í matsalum erum við á myndrænan hátt og með búningum starfsfólks að reyna að viðhalda sögunni. Við eigum rætur 80 ára aftur í tíman og það auðvitað það sem að gefur félaginu gildi og sýnir í raun hvað starfsfólkið hefur náð að áorka að halda félaginu gangandi svona lengi. En finnið mikið fyrir svona ákveðni viðskiptatryggð, bara fólk sem búið að versla við ykkur í 20 ára? Það reyndar mjög sterkt og það mjög jákvætt líka að sjálfsögðu en kannski má segja að í sögunni felist líka það að það mikil tryggð starfsmanna við félagið. Það sumir segja að það sé kannski allt of lítil starfsmannavelta. Mér finnst það reynda jákvætt að fólk sem hefur hérna störf vill starfa áfram, finnst gaman að starfinu og þróast með félaginu. Þetta þróast félagið þetta líka eftir fólkinu og viðskiptavinunum en ég held að við finnum tryggð bæði hjá viðskiptavinum og starfsfólkinu. En hvað með bara tíð þína hérna? Nú ertu búin að vera styttist í að þú búin að vera í 10 ár hjá félaginu að stýra því. Já. Þú varst í sjávarútvegi. Hvernig kom það í rauninni til að þú ákveður að fara að skipta atvinnugrein hana? Já, það nú spurning sko. Það nú góð spurning. Ég eins og gerði sko, fekk ég bara eina símhringingu. Ég var að skjóta svartfuglaustur á Fjörðum og hérna fekk símhringingu. Ég átti reyndar númerið hjá þessum aðila sem hringdi og ég þóttist vita hvað málið snerist. Ég var svona þá í ákveðu lausu lofti hjá öðru félagi sem ég starfaði hjá. En finnst þið svo reynsla að hafa einhvern veginn hjálpað þér í þessu sem þetta? Það ekki spurning, ég meina, ég hef náttúrulega haldið því fram að rekstur ég meina þetta misflókin og allt það en heilt yfir hef ég stundum leikið mér að því að líkja sjávarútvegi við flugfélagarekstur eða ferðaþjónustu. Ég meina þú sendir skipin út og þú vilt fiska eitthvað ákveðið og þú veltir fyrir þér hvað kemur mikið um borð og hver verðmætin eru og hvað þú getur gert þegar þú ert komin til enda með það. Við erum að auglýsa félagið og reyna að fá fólk um borð í vélarnar þannig að við getum vaxið á þarna. En 10 ár, hvað búið að vera svona skemmtilegast á þessum 10 árum? Þetta byrjaði nú þetta sko mjög leiðinlega því að þetta var í janúar 2008 og þá var nú svona komin smá nasaþefur af svokölluðu hruni sem skall svo á okkur í október. Félagið var ekki nægjanlega sterkt til að takast á við það sem gerðist þá. Langsterkasti hlutin var þó starfsfólkið og reynslan innan félagsins. Það fólk sem búið að kynnast bæði meðbyr og mótbyr og sem að reyndist mjög vel á þessum tíma. Og síðan náttúrulega þetta traustir viðskipta aðilar, sem við horfum á banka hérlendis eða erlendis, að þá tókst okkur að komast út úr því. Þannig að það var nú svo sem ekki mjög skemmtileg byrjun, en þó skemmtileg að eiga við þetta. Þetta er aldrei mikil áskorun og fer auðvitað bara í reynslubankan.
Mér finnst þetta bara skemmtilegast að vinna með í raun þann kraft sem að býr í félaginu. Áhugi starfsmanna til þess að þróast til betri vegar, reyna að finna nýjungar, hraðinn í heiminum er náttúrulega alltaf að aukast. Yngra fólk er að koma hérna inn, það er mikil starfsmannafjölgun í félaginu á undanförnum árum. Við erum að fá ungt fólk sem hefur skoðanir og gefur í raun svona innlegg í það hvert við eigum að fara, hvert við eigum að stefna. Og þú talaði 2017, þetta er svona pínu árbreytinga hjá okkur, svona að lokum, hvert langar því svona að leiða fyrirtækið? Hvert stefnir með það? Já, við höfum horft til þess að á undanförnum árum og haft mjög skýra stefnu, getum sagt frá í raun hruni, þurftum að endurmeta hlutina dálítið mikið þá. Við horfum þá til þess að efla félagið innanfrá og horfa á innri vöxt og reyna að búa til það umhverfi sem að félagið geti starfað innan. Nú erum við í raun með nýja sýn fyrir framan okkur, það er öðruvísi samkeppni á markanum og við þurfum að taka þau skref að í raun vera gildandi í samkeppninni. Ég trúi því að til lengri tíma nái félagið áfram að vaxa og að við verðum orðin eftir 10 ár, var það ekki spurningin? Jú. Við verðum orðin svona cirka helmingi stærri en við erum í dag.